og sæl verið þið og velkomin í þáttinn Fasteignir og heimili. Það fjölbreyttur þáttur hjá okkur í kvöld að venju. Við ætlum að byrja á því að hitta Guðberg Guðbergsson, fasteignasala hjá Fasteignasölunni Bæ. Við ætlum að heilsa upp á hann í nýju fjölbýlishúsi sem við Álalind 8 í Kópavogi. Næst ætlum við síðan að hitta þá Kolbein Björnsson og Ólaf Gunnar Sverrisson, en þeir eru komið með minkinn á sölu. Mjög áhugaverður hlutur þar á ferð. Einnig munum við heimsækja Söndru Dís Sigurðardóttur, innanhúsarkitekt og lýsingahönnuð og sjá nýjustu verkefnin sem hún er að dunda við þessa dagana. Næsti gestur okkar í þáttinn verður hann Stefán Gestsson, framkvæmdastjóri hjá vörubílastöðinni Þrótti. En Þróttur vörubílastöð hefur verið starfrækt í liðlega 90 ár og hún hefur aldeilis vaxað og dafnað gegnum árin. En við byrjum á því að hitta hann Guðberg Guðbergsson, fasteignasala, og heilsum upp á hann í Álalind í Kópavogi. Takk fyrir að bjóða mér hingað í Álalindina. Takk fyrir. Bara gaman að sjá þig. Já, takk fyrir það. Það er virkilega gaman að koma hérna inn í hverfið og ég sé að aðkoman er skemmtileg. Já. Hún er öðruvísi og greinilega umhverfisvæn og fjölskylduvæn. Já, og svo er Kópavogur búið að klára nánast allt leiksvæðið og allt hérna á milli er bara búið. Já. Það finnst mér mjög skemmtilegt þegar sveitarfélögin klára það bara 1 til 3. Já, bara það til fyrirmyndar. Já, til fyrirmyndar. Þannig að þegar að eignirnar koma til sölu og fólki kemur inn og þá er bara allt tilbúið. Já. Utandyra. Já, nákvæmlega. Segðu mér aðeins, hvað er í gangi hjá okkur núna á Fasteignasölunni Bæ? Það er náttúrulega búið að vera svolítið svona ládeyða út af kjarasamningum og svona áföllum í þjóðfélaginu. Já. Það er búið að vera að pikka upp aftur núna. Það byrjaði svona rétt fyrir páska og er búið að vera svona pikka upp, þannig að það er svona meiri, við finnum meiri símsýkingar og meira sem er að gerast. Þannig að það er að lifna við. Já, og það er fleiri eignir að seljast, eða verið að spyrja fleiri eignir og svona fara í sölu, eða seljast og aðrar ekki. Já. En stærri eignir eru ennþá í töluverðu biðstöðu. Já. En þú segir það er náttúrulega smærri eignir og þá er það væntanlega eignir eins og í fjölbýlishúsum og það er náttúrulega að koma mikið að nýjum eignum, nýjum fjölbýlishúsum. Já, fullt að koma nýjum og það er bæði nýjar og notaðar sem er að seljast. Já. Og það er alltaf gaman að komast í nýtt vegna þess að þá ertu náttúrulega bara að fá eitthvað sem er viðhaldslítið í næstu árin, Já, og þið eru að koma með nýja stóra flotta eign hérna í Álalindinni. Já, við erum að koma hérna í Álalindinni, Álalind 4, 6 og 8. Já. Og þetta eru fullbúnar íbúðir, það er að segja, með lýsingu, með gólfefnum, með ískáp, uppþvottavél og frysti og flottar innréttingar. Já, við erum með flottar innréttingar og góð gólfefni, gott parkett. Og svo náttúrulega verður allt tilbúið fyrir utan. Já. Fullt af bílastæði, geymsla, með flestum íbúðunum, ekki minnstu íbúðunum. Já. Og sér afnotaréttir fyrir þá sem er jarðhæð. Sem er jarðhæð. Það er náttúrulega mikill kostur. Já. Ég tók eftir ég kom inn að húsinu mitt, það er mjög falleg klæðning. Samt svona eins og þetta væri viðarklætt í blandi við flísar. Sem eru þessar, getur þú sagt mér aðeins meira klæðninguna? Já, flísarnar viðarklæðningin er flísar. Já. Þetta er allt viðhaldsfrítt eða viðhaldslítið. Já. Og það er járnklæðning líka og svo er málað. Það eru rauninni 4 litir, eða 4 klæðningar á húsinu. 4 klæðningar. Sem gerir það mjög svona skemmtilegt og það er svona krafan hérna í hverfinu að þetta sé eitthvað litaskipting og þetta sé svolítið svona fest. Já, þetta er svona litaminstrið og svona gleðuraugar. Þetta fangar líka augunni og maður kemur í gerðinni mjög skemmtilegt. Þetta eru mjög... Og svo erum við með mjög gott útsýni, hérna bara leiðu að koma á 3. hæð, þá komum við flott útsýni yfir í Esjuna og... Akkurat. Og svo er þetta líka hverfið, það hefur náttúrulega margt upp á að bjóða. Þú ert hérna mjög miðsvæðis og... Já, þú ert mjög stutt í stofnbrautir, þannig að það er mjög stutt að fara í allar áttir. Hvort sem það er til Reykjavíkur eða inn í Hafnarfjörð eða Keflavík eða hvert þú ert að fara. Já. Því það er bara, þú ert bara 5 mínútur hérna, ekki einu sinni 5 mínútur, 2 mínútur út á stofnbraut. Stofnbraut, já. Og svo er náttúrulega svo mikilvægt þjónustukjörnum hérna. Já. Þannig að fólk er að hafa hérna, það eru leikskólar og leikskólar og skólar og fullt af verslunum. Akkurat. En segðu mér aðeins meira eignirnar sem slíkar, þið eru með verktaka sem að... Já, Nordic Holding sem er að byggja þetta, við erum búin að vera að selja fyrir þá í nokkur ár. Já. Og þeir eru búin að vera mjög lengi í bransanum. Já. Og þykja mjög vandaðir verktakar. Já. Og hafa, það séð það ef það kemur eitthvað upp á, þá er alltaf farið í þá og það lagað. Já. Alltaf fólk er ánægt.
Það skiptir svo miklu máli þegar það er góð reynsla og það er traust til staðar. Já, akkurat. Já, þetta skiptir miklu máli. Þetta skiptir mestu máli. Já, ég get alveg tekið vel undir það. Og það er líka að fara í nýja eign. Það er ýmislegt sem getur komið upp. Það er ákveðið. Það þarf að huga að, þú veist hvort sem það er veggirnir, parkettið, þú veist, tæki og tól, það er náttúrulega fylgja tæki og tól. Já. Þetta er samt byggt upp með áratugarreynslu og hefur allar ekkert verið neitt að það sé eitthvað mistök, sko. Nei, frábært. Þess að við sjáum hjá mörgum. Já, það gerist. Já, það gerist. Sem er mjög leitt, náttúrulega. Já. En ég var að skoða eins líka innréttingarnar og þær eru ekkert endilega allar eins og litin. Það er svo skemmtilegt. Nei, það er mjög skemmtilegt, sko. Já, það er svipað á húsu utan. Já. Það er hægt að fá viðarlit, það er hægt að fá gráa, það er hægt að fá hvíta. Já. Og svona þetta gefur bara svona lyftir upp. Já, þannig að fólk hefur möguleika, það er val. Já, í mörgum, ekki öllum íbúðunum. Nei, en í mörgum. Það er búið að setja upp í mörgum íbúðunum og það verður ekki skipt út þar. Nei. En svo eru eins og þriðja hæðinni og annarra hæðinni. Já. Eða fjórða hæðinni fyrir ekki. Og þar er hægt að fá velja innréttingar. Akkurat. En hvað er þetta stóru íbúðir? Þetta eru náttúrulega frá, var ekki rétt 70 minnum mig. Og svo upp úr bara. Bara upp úr? Upp í 200, sko. Þetta er penthouse-íbúð hérna sem er 200 metra, sko. Íbúðirnar eru með hérna bæði tæki og tól eins og í eldhúsi og annað. Hvaðan eru þær? Það eru AEG, vöndutæki frá Bræðrunum Olsson. Já. En sem stendur til að hafa opið hús og leyfa gestum og gangandi og koma og skoða eignirnar? Já, við verðum með kynningar núna að leiða þetta að vera tilbúið. Já. Og sem er nánast orðið komið, en við verðum einhverja helgina. Já. Það verður bara gaman fyrir fólk að geta komið og skoða. Já, við erum enn til að fá fólk til að koma og kíkja. Bara frábært. Til hamingju með þessar eignir og gangi ykkur vel. Takk. Nú liggur leið okkur í Íshúsið í Hafnarfirði. Þar ætlum við að hitta hann Kolbeinn Björnsson og Ólaf Gunnar Sverrisson og við ætlum að skoða minkinn. Það verður spennandi að sjá hvað hann hefur upp á að bjóða. Sæll og velkomin í þáttinn til okkar, Kolbeinn. Gaman að koma hingað í Íshúsið til ykkar inn í Hafnarfirðinu og sjá þennan flotta mink hérna fyrir utan. Já, takk fyrir það. Takk fyrir það. Það bara gleður augað og maður er náttúrulega mjög forvitin að fá að kíkja inn. Já. Getur aðeins sagt okkur frá tilurð minksins og hver er hugmyndin bak við minkinn? Sko hugmyndin byrjar í rauninni þannig að ég og Óli frændi minn, við horfðum á íslenska ferðaþjónustu og sáum að það vantaði dálítið af gistingu á landsbyggðinni fyrir alla ferðamennir sem voru að koma. Og Ísland hefur upp á marga staði að bjóða og margt að fara. En það er auðvitað erfitt að komast inn í náttúruna, upp á hálendið, Vestfirðina. Það er ekki alltaf hótel á þessum stöðum. Þannig að við ákveðum að búa í rauninni til gistilausn fyrir fólk sem vildi ferðast um landið á svona einfaldan hátt og líka tiltölulega smekklegan hátt. En þannig að útilegan og útivistin verði örlítið einfaldari og vonandi örlítið umhverfisvænni heldur en þessi stóru hjólhýsi og stóru trukkar sem maður þarf til þess að komast á afgeta staði. Þannig að fyrir nokkrum árum þá hófum við semst útlegu á minknum til ferðamanna. Og eftir að við hófum útleguna þá fórum við að fá fyrirspurnir líka erlendis frá. Þannig að við erum núna búin að opna útlegustöðvar líka í Noregi, í Skotlandi, Rúmeníu, erum að byrja í Svíþjóð og vonandi í Eystrasaltslöndunum. Þannig að við ætlum semst að bjóða upp á útlegukonsept fyrir útivist, fyrir fólk á öllum aldri og það í rauninni var grunnhugmyndin að gera útilegu og útivist örlítið einfaldari heldur hún í dag. Já, þannig að minkurinn hann er mjög meðferðilegur, þetta er lítið og nett og svo er þetta afskaplega huggulegt. Þarna ertu bara komin í rúmið þitt og þú ert með eldunaraðstöðu og þú ert með lítinn prímus og þetta er mjög huggulegt. Já, í rauninni sko, þú veist líka með útileguna að okkur fannst skemmtilegt að aðskilja bílinn og svefnherbergið þitt og eldhúsið. Á svipaðan hátt og heima hjá þér. Að þú veist, þú eldar ekki inn í svefnherbergi og þú sefur ekki í eldhúsinu og með því að aðskilja þessi rými það gaf okkur líka tækifæri til að hanna fallet svefnherbergi, fallet eldhús og bíllinn er auðvitað bíllinn með geymslu. Þannig að þegar maður er komin í útileguna þá er svefnherbergið alltaf hreint. Þú getur þá eldað egg og bacon á morgnana úti en lyktin fer ekkert inn í svefnrýmið.
og svo þú ert búin að sofa inn í svefnaðstöðuna okkar að þá ferðu bara inn í bílinn og keyrir í burtu og keyrir á næsta áfangastað. Þannig að þetta var svona hugmynd sem okkur langaði að vinna með og það virðist vera að takast ágætlega og við erum byrjaðir að selja vagnin líka til einstaklinga. Já, það er einmitt nákvæmlega það sem ég að hugsa því að mér finnst þetta mjög áhugaverður möguleiki fyrir ung pör eða bara pör á öllum aldri til að skella sér í útileguna, bara eiga svona á planinu og engin fyrirferð á þessu og bara út í náttúruna að njóta. Já, þannig að þetta er auðvitað mikið hugsað fyrir pör og þannig að fólk geti upplifað náttúruna bæði á Íslandi og svo erlendis á svona í mikilri nánd bæði við hvort annað og svo við náttúruna þannig að við upplifum í rauninni náttúruna eins og við gerðum í gamla daga þegar við vorum í tjaldinu en ekki á eins óþægilega nátt. Gott rúm í þessu, við erum með gott rúm góða dínu frá Svefn og heilsu, við erum með Bose hátalarkerfi í þessu, þannig að allur aðbúnaður, við erum með þýskt hitakerfi frá Webasto, þannig að allur aðbúnaður og tækir svona vel útilátin, en vissulega er þetta einfalt. Það er svona hugmyndin á bak við minkinn. Þetta er spennandi, ég hlakka til að prófa. Já. Það er gaman að fá að koma hingað til ykkar, Ólafur, og skoða minkinn. Bara velkomin. Þú ert einn af hönnuðum á minknum. Já, það er hópra. Já, og hvernig, getur það sagt mér útfærsluna á minknum, bæði hvernig þú byrjar á þessu og það sem hann er orðin í dag? Svona byrjun á þessu hvað ég segja, bara hanna skemmtilegan hlut og áhugaverðan. Minkurinn sjálfur er svolítið hannaður út frá útgangspunkturinn í hönnun og honum er mikil notkun, stanslaus notkun. Út frá leigunni. Það byrjaði sem leigukonsept fyrst og fremst. Og þar af leiðandi þurfti allt að vera mjög sterkt og rugged. Og síðan þurfti þetta að vera framleiðsluvænt. Þannig að væri hægt að fjöldaframleiða. Og þar af leiðandi þurfti að vera í mikla hönnunarvinnu og ýmsar tilraunir í gangi sem hafa ekki verið gerðar áður í hjólhýsahönnun allavega. Að strúktúrinn er svolítið sjálfbærandi. Það er ekki svona grind sem að bindur hann allan saman, heldur bara strúktúrinn sjálfur, ber sig sjálfur og það setur ýmsar skorður í hönnun og útfærslum, en líka ákveðið frelsi. Þannig að brjóta svona hefðir í smíði og framleiðslu. En þið gerir það með þessu og hann er mjög meðfærilegur. Það er að koma honum fyrir, nánast hvað sem er. Hann tekur ekki mikið pláss. Nei, hann tekur lítið pláss og er léttur og sterkur. Og umhverfisvænn. Já, eins og langt á það nær. En við erum búin að þróa hann yfir í plast sem er 100% endurvinnanlegt. Þannig að tæknilega er hægt að rífa hann í sundur og endurvinna hann. Akkúrat. En þú líka nú erum við að hugsa þetta nú, þá vill fólk jafnvel bara eignast þetta og eiga þetta, ekki satt? Já, það bætist það við. Það koma ýmsar aðrar áskoranir til sem að það þarf að auka fylgihluti og aukarhluti sem að þurfa að fylgja þessu. Þess að þú átt þetta að ferðast kannski aðeins öðruvísi sem ferðamaður í styttri ferðum. Minkurinn sjálfur er alltaf sami í grunninn, en misjafnt eftir hvað notandinn vill nota hann í. Til dæmis túristar eða ferðamenn er ekkert að koma sér fyrir á einu tjaldsvæði í langan tíma. Þannig að þeir eru svolítið mikið á ferðinni og þurfa að minna aukalutum. Og en ef þú átt þetta sjálfur, þá misjafnt hvað þú ert að gera. Það getur verið í veiðimennsku, fjallamennsku, hjólasporti eða einhver svona activity sem að þarf þá útfæran til þess að þjónusta því. Það verður virkilega gaman að fá að prófa og ég tala nú ekki að horfa út þakgluggann og jafnvel að fá að njóta norðurljósa. Já, það er upplifun fyrir þig. Já, það er upplifun. Það er velkomin að prófa. Algjörlega. Takk kærlega fyrir að leyfa okkur að sjá þetta frekar. Takk fyrir komin. Nú verður stutt auglýsingahlé en farið ekki langt til næstlíku leið okkar í Hafnarfjörðum Söndrudísar.
Velkomin aftur í þáttinn, en nú liggur leið okkar til hennar Söndru Dísar og förum beint á vinnustofuna til hennar. Velkomin í þáttinn til okkar, Sandra Dís. Já, gaman að koma. Mér langar svo aðeins að forvitnast af því þú ert nú innanhúsarkitekt og líka lýsingahönnuður og hefur verið að hanna náttúrulega innanhúsins og meðal annars baðherbergisrými, svo dæmi sé tekin. Hvað hefur í huga þótt að hanna baðherbyggi bæði þegar við horfum til notagildis og fagurfræðinnar? Já, maður þarf alltaf að byrja að skoða hverjir eru að fara að nota baðherbyggið. Já. Ég meina, er þetta 4 manna fjölskylda með 2 ung börn eða er þetta bara eldri hjón? Og það þarf alltaf að huga, skoða það. Já. Og svo bara fer maður að ræða við kúnnuna. Hvernig stíl þau vilja hafa hjá sér, vilja hafa baðkar, vilja hafa sturtu, fólk er mjög sterkar skoðanir á þessu. Er þetta eins og frístandandi baðkar, eru þau orðin mjög vinsæl í baðherbergjum í dag? Já, þau eru mjög vinsæl og mér finnst þau mjög falleg, en svo er fólk oft hrætt við þetta, það er hrætt við að geta orðið skítugt bak við þau og erfitt að þrífa og svona, þó þau séu náttúrulega rosalega fallega, en ef þau standi ekki út á miðju gólfi þá kannski getur þetta verið pínu trikki, og er ekki fyrir alla. Og fólk getur verið svolítið, hrætt í það, en þau eru falleg. Já, þau eru falleg. En svo var það nefnir liti og þú þurft að velja ákveðna flísar. Eru ákveðnir liti sem að þú ert hrifnar af inn á baðherbergisrýmum og ákveðna tegundir af flísum sem að Nei, mér finnst það svolítið fara bara eftir fólkinu sem ég er að vinna fyrir. Já. Sumir vilja hafa allt alveg dökkt og aðrir eru frekar bara í þessu ljósa og hlýja. Já. Þannig að ég held að þurfi bara að fara eftir hverju verkefni fyrir sig, hvað ég fer út í, Já. Og mér finnst eins og daginn gerði í baðherbyggi þar sem að þau vildu hafa þetta svona aðeins, þau voru alveg með fasta skoðanir líka og vildu hafa til dæmis innréttinguna, hún átti að vera bara háglanshvít, en svo ætlum við að hafa allt dökkt á móti, þá einhvern veginn, Finnur mótvæg. Þú tekur alveg vel tillit til óska þeirra sem að þú ert að vinna fyrir og veitir þeim svo ráðgjöf miðað við það sem að þeim langar til að gera. Þetta er náttúrulega þeirra baðherbyggi, þau eru að fara að nota þetta, ég verð að gera það sem þau vilja. Og þó að þau náttúrulega leiti til mín til þess að fá mitt input og það sem hafa síðan sem ég hef verið að gera og eru hrifin af því, þannig að þau vilja augljóslega fá eitthvað svipað því sem ég hef gert, en þetta náttúrulega fer bara eftir þeirra stíl og þeirra smekk. Algjörlega. Og svo verður þetta líka að hafa í huga að það ekki lýsingu inn á baðherbyggi. Jú, hún er náttúrulega mjög mikilvæg inn á baðherbyggjum. Það er náttúrulega bara þú þarft að geta séð almennilega framan niður þegar þú ert að mála þig og þegar karlmenn eru að raka sig framan og svona. Þú vilt ekki vera hálfgrænn eða svona fölur og gráleitur í framan, Og svo er líka bara að skiptir máli eins og fyrir þegar þú vilt búið til svona stemmingu, eins og þetta baðherbyggi sem ég nefndi áðan. Þegar ég gerði það, þá setti ég lýsingu inn í sturtuna og þá einhvern veginn, hún sagði við mig daginn, konan sem á heima þar, henni finnst það svo æðislegt þegar krakkarnir eru farnir út á morgnana og maðurinn og þá fer hún í sturtu, kveikir á þeirri lýsingu og þá hún bara líður svo í spa, Það er eitthvað svo notalegt. Það er bara hennar svona gæðastund. Já, þetta er bara svona smá einhver ljósa týra þarna inni sem henni finnst æðislegt, bara svona einhvern veginn hvíld. Akkurat. Það er gaman að heyra líka svona þegar frá viðskiptavinnunum hvernig þeim líður svo þegar verkefninu er lokið. Algjörlega. Maður líka fann að heyra það fólk er líka að nota baðherbyggi meira líka eins og segir það fer í sturtu og vill bara vera að njóta eða bað, þetta verður svona gæðastund. Já, akkurat. Það er gaman að hafa það í huga. Já, algjörlega. Ef maður hefur það val. Já. Það er alltaf hægt ef þú ert að gera baðherbyggi alveg frá grunni eða ert að bara breyta því allavega, þá getur maður gert ráð fyrir því að hafa þetta svona bara sikkur af kveikingarnar. Þetta er bara kveikingin svo þarft fyrir þessa bara morgunrútínu og þetta er bara fyrir slökun á kvöldin eða jafnvel nóttinni þegar þú vaknar upp og þarft að skjótast á klósti og vilt ekki kveikja öll ljósin og vakna alveg, Þannig að það bara farið svona smá lýsingu og hafa alltaf huga að því. Akkurat. Algjörlega. En svo hefur líka verið að hanna eins og fyrir hótel. Og baðherbyggin og annars slíkt. Segðu okkur aðeins frá því verkefni, gaman að heyra. Já, ég hef gert nokkur hótel þar sem ég hef tekið lýsinguna í þeim og svo hef ég gert eitt hótel þar sem ég gerði bara allt innanhúshönnun og lýsingur. Hvaða hótel er það sem þú tókst alveg bara hannað frá Já, það heitir Umi Hótel og er á Suðurlandi og það var
Já, þetta 28 herbergja hótel og svona boutique hótel. Og var bara það sem ég vildi hafa þar, ég vildi bara hafa þetta allt svona mjög hlýlegt og bara svona í tengslum við náttúruna. Þetta náttúrulega bara upp í sveit, til 4 stjörnu sveitahótel og þetta átti að vera svona nútímalegt og svona, vera fallegt og vandað en samt svona einhvern veginn hlýlegt og fólk á að koma inn og geta slakað á eftir að búa að vera klifra eitthvað fjöll og vera í einhverjum ísellum og svona. Já, þannig að þú fikk tekið svolítið innblástur nú náttúrunni þegar þú varst að hanna. Já, algjörlega. Það er bara litirnir og efnin og svona og formin sem ég notaði bara formin í innréttingunum og í svona skrautmunum og Já, þannig þú bara, ekki gaman að taka þessi svona verkefni og tekur svona heildar? Algjörlega, það er mjög gaman sko. Og einhvern veginn færði það að stjórna öllu og þetta í staðinn fyrir það kemur ykkur inn og maður þarf að aðlega sig að því og hinn þarf að aðlega sig að manni. Þetta er svona, alltaf gott að vinna saman líka en það er líka mjög gaman að geta gert allt sko. Já, þá nærðu svona einhvern veginn að njóta þín og bara sköpunar áráttan fyrir alveg bara stað. Það er einhvern veginn að, ég er að hanna lýsinguna með innréttingunni, að því ég er að hanna innréttinguna líka og þá er ég að passa upp á að lýsingi sem ég vil hafa, hún passi inn í innréttinguna sem ég er að gera. Þannig að þetta er svona, eins og ég setti þarna inn á barinn og þá eru svona, koma svona viðar, eða koma svona spýtur í loftið og þá setti ég lýsingu á milli spýtana og þannig einhvern veginn, þetta er svona, þá var ég að hugsa þetta saman þegar ég var að gera þetta. Já, þá ætti að búa til þetta, þetta vinnur saman. Kemur svona verður ákveðið, svona raun og verið að listaverk út úr því. Akkurat. Mjög áhuga. Það verið gaman að fá að skoða verkefnið á hótelinu til dæmis og sjá. Það er mjög spennandi að fylgjast með þér og þér á verkum þínum. Já, takk fyrir það. Þú verður að kíkja við einhvern. Gerum það. Takk fyrir komuna. Já, takk. Næsti gestur okkar er Stefán Gestsson, framkvæmdastjóri hjá vörubílastöðinni Þrótti. En það verður gaman að fá innsýn í þá starfsemi sem hefur vaxið þar í liðlega 90 ár. Sæll Stefán og takk kærlega fyrir að bjóða okkur hingað til Þróttar. Já, bara vertu velkomin. Okkur leikur fróðleikur að vita aðeins meiri starfsemina sem er hérna hjá ykkur? Uppruna Þróttar má rekja alveg til 1931. Og þetta var stofnað sem hagsmunasamtök utan vörubílstjóra. Þróttur er í eigu 59 vörubíla eigenda í dag. Sem allir eru starfandi hérna. Allir eiga jafnan hlut. Og þetta er svona rekið sem hagsmunasamtök í kringum það. Þetta er mjög merkilegt. Þeir bara eru hérna allir með jafnan hlut og rekið sem hagsmunasamtök. Þannig þetta er svolítið sérstætt í dag og líka hvað þetta er grunni gamalt fyrirtæki. Við erum farið detta í 90 ár. Þannig að það er ekki mörg fyrirtæki á Íslandi sem getur státað sig að þessu? Nei, glæsilegt. En þið byrjuðu á því að þetta byrjuði að þróast í að bara vera vörubílstjórar að bjóða upp á þá þjónustu sem fyrir þá sem þurfa vörubíl. Já, og bara strangt bara á höfuðborgarsvæðinu, á Reykjavíkursvæðinu. Svo voru önnur vörubílstjóri félög á Selfossi, Hafnarfirði og svo eru slagsmál ef menn voru að vinna á sitt hverju svæðinu. Já, það mátti ekki fara inn á svæði hérna. Það var bannað. Það er bannað. Já, algjörlega. En það er bara ekki svo langt síðan því var aflétt. Já, það er búið að aflétta því. Það er búið að aflétta því, svona mestarlega. En nú hefur náttúrulega starfsemin stækkað og þjónustan aukist. Já, við erum núna í dag með kranabíla, við erum með trailerbíla, stóra krana, þannig við getum tekist á við allt saman. Já. Þannig að fólk sem kemur hingað getur fengið sína þjónustu alla hér. Bara alla. Eins og núna náttúrulega veit ég að fólk er mikið að huga af garðinum sínum og húseignum, fasteignirnar, utanhús og annars slíkt. Þannig að þeir eru farin að bjóða upp á ýmsa þjónustu sem að fólk getur nýtt sér til dæmis bara ef það ætlar að skipta jarðvegsefni, helluleggja eða eitthvað slíkt, ekki rétt? Já, við erum að bjóða upp á hellusand. Sem fólk getur komið, annarkvort komið svona kerru eða þegar við komum með það til þeirra á vörubíl eða krana. Og við erum með, fólk getur líka komið og sturtað hjá okkur efni. Þannig að þetta er ekki að keyra út fyrir bæinn til að gera það. Það getur sturtað efni hérna í ykkur? Já, það er hægt hjá okkur. Og svo erum við drennur líka ef það er að vinna í drennunum hjá sér. Og fólk hefur verið að nota hellusandinn í garðana hjá sér til dæmis líka. Og síðan, við náttúrulega heitum vörubílastöðin, þannig það er þetta
við getum keyrt efnin á staðinn líka. Já, þannig að þið bjóðum upp á efnið og bílinn ef fólk vill það. Já. En svo þið líka, eins og nefnir, þið eru með krana. Já. Og þá það að bjóða upp á ef það þarf að klippa tré og annað slíkt að þá hægt að veita þá þjónustu. Já, þá þetta að veita þá þjónustu og síðan fjarlægðu og farga. Já, akkurat. Þannig að það allt til staðar. Já, einslega. Svo náttúrulega erum við líka í stærri flutningum. Við höfum verið að flytja þyrlur, báta, allt saman líka, sko. Já, það bara hvað viltu? Það rauninni bara hvað viltu, sko. Já, frábært. Hérna eru mjög stórir vörubílskranar, þannig að við höfum verið að takast á mikið. Já. Ekki mikil aukningi að fólk sé að leita til ykkur eftir þjónustu eins og til dæmis við garðavinnu og annað slíkt og svona flutninga? Jú, líka sko að því að við erum með opið á laugardögum líka í sumar. Já. Að þá geta það komið til okkar og við erum hérna miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu. Já. Við erum hérna Sævarhöfða 12. Já. Hérna stutt í allar áttir. Já. Þannig að það þarf ekki að keyra út fyrir bæinn. Nei. Sem mjög gott. Það mikill kostur. Já. Mikill kostur. Þannig að þetta algjörlega bara, bestu staðinn í bænum til að vera. Í rauninni, með svona þjónustu. Í rauninni. En það eitthvað svona, eitt aðalsmerkjum. Já, og hérna eru starfandi, vörubílstjórinn hérna eru allir með áratugar reynslu. Já, algjörlega. Og það ekki bara nokkra kynslóðar sem vilja hjá okkur? Jú, það alveg dæmi það að sé alveg 3. kynslóðar. Já, það mjög merkilegt líka. Já, og skemmtilegt. Það verður gaman að fá að skoða líka hjá þér aðeins, það sem að bjóða upp á jarðvegssögnin og það sem hægt að skila af sér og annað slíkt. Fá að kíkja á flótan ykkar. Endilega. Já. Og eins líka ef fólki vantar álíkingar með magnað efni sem það þarf að fá í garðinni á sér, annað þá alltaf leita til okkar. Það alltaf hægt. Komið þið þá á staðinn og kynnið ykkur? Já, við erum komið á staðinn, kynnt ykkur þetta og svo ráðlagt bara hvað þurfi. Já, frábært. Það gott að vita á ykkur og hérna ég bara gangi ykkur vel í sumar. Takk. Fleira verður ekki í þættinum að sinni, en við sjáumst á viku liðinni. Verið sæl.